Já, góðan daginn, kæru bæjarfulltrúar og velkomnir á 488. fund bæjarstjórnar Grindavíkur, haldinn í bæjarstjórnarsal þriðjudaginn 25. september 2018 og hefst hann núna klukkan 1700. Jæja, það er bara, við vendum okkur í dagskrána, það er bara fyrsta mál og það er umsókn byggingarleyfi. Það er bílskúr við Hólavelli 3 og það er erindi frá Sigurði Fannari Ævarsyni og óska eftir byggingarleyfi fyrir 30 fermetra bílskúr við Hólavelli 3. Skipulagsnefnd leggur til við bæjarstjórn að samþykkja byggingaráformin með fyrirvara fullnægjandi hönnunargögn og grenndarkynningu fyrir eigendum að Höskuldavöllum 19 til 25 og Hólavöllum 1 og 5. Ættum að vera með einhverjar teikningar þetta og flestir vantilega búin að kynna sér þetta, en einhverju sem vilja taka til máls. Þannig að enginn sem vil taka til máls, þannig að við greiðum bara atkvæðum að fara eftir samþykkja þetta, fara eftir skipulagsnefnd, þeir sem eru samþykkir. Það eru 7 atkvæði gegn engu. Þannig að bæjarstjórn samþykkir erindið. Og þá er það svo bara annað mál og það er deiluskipulag á Keflavíkurflugvelli, beiðni umsögn. Það er erindi frá Isavia lagt fram og í erindinu er óskað eftir umsögn breytingu á deiluskipulagi Keflavíkurflugvellar, vestursvæði, flugvallarsvæði og breytingu á aðalskipulagi. Breytingarnar lúta að auknu byggingarmagni á svæði FLE2 úr 65.000 fermetrum upp í 190.000 fermetra. Einhverju sem vilja taka til máls varðandi þetta erindi. Þetta er nú bara svona einhvers konar, við skiljum þetta rétt svona, við að kynna okkur þetta, það er ekki rétt Fannar, svona hver þessar hugmyndar eru og... Jú, ég held að það er endilega mikið þetta segja. Nei, þetta er ekkert sem snertar, ég segi þetta er ekkert sem snertar okkar landsvæði eða Grindavíkur og þetta er svona meiri bara svona umsögnum, já. Já, Guðmundur. Það er samþykkt í svæðisskipulagssjóðnum. Akkurat, já, þannig að þetta er nú bara svona umsögn, þannig að það er, gerum engar athuga, bæjarstjórn gerir engar athugasemdir við þetta, gerir ég ráð fyrir. Og þá bara vendum við okkur í þriðja mál. Það er leikskólinn Laut, það er beiðni viðauka. Skólastjóri leikskólans Lautar óskar eftir viðauka við fjárhagsáætlun ársins 2018 að fjárhæð 400.000 krónum vegna samvinna við Heilsuvernd. Kannski Jón, þú eitthvað upplýs okkur aðeins þetta, aðeins rætt þetta í bæjarráði? Er eitthvað sem að getur tjáð okkur þetta, eitthvað svona í stuttu máli? Brúsæti eða? Já, brúsæti, já, það er þetta svo. Þetta snýr í rauninni að því að hringja inn í vinnuvernd og tilkynna veikindi. Það er svona auka milliliður í því, tilkynna ekki beint til leikskólastjóra, hvorki í tölvupósti né síma. Meiningin er að ná betur utan veikindi sem eru í. Akkurat, og verða þá hér svona ítalegri skráð og svo framvegis veikindadagar. Er einhverjir sem að vilja taka til máls varðandi þetta mál? Þá bara legg ég til að við göngum til atkvæðum það varðandi þennan viðauka, þeir sem eru samþykkir þessum viðaukan rétt upp hönd og það eru 7 atkvæði gegn engu. Og þá er það næsta mál, 4. mál, það er hættumat vegna jarðvár í landi Grindavíkur og það er undirritaður sem að hefur orðið og þetta er kannski fyrst og næst kannski vegna þess þeir sem hafa kannski tekið eftir víkufrétta daginn að varðandi kannski hætturnar á hraungósu og svo framvegis hérna á Reykjanesskaga að
að við bregðumst að við séum einhvern hátt undirbúinni undir mögulega hættu. Þannig að gott að almannavarnanefnd Grindavíkurbæjar leitist kannski til þess að vinna áfram einhver hugsanlegt mat á hraunflóði og hvert það myndi fara og svo framvegis. Þannig að í raun og veru bara að það sé smá umræðu þetta, að við ræðum þetta, til að það sé bara hollt og gott. Og það hægt að leita í ofanflóðasjóð eftir styrkjum til þess að í svona verkefni og til þess að í hættumat vegna hraunflóðs. En það svona kannski að við máli fara einhverja hreyfingu, þannig að endilega var fínt að fá einhverja umræðu þetta, en það hugmyndin kannski svo að vísa þessu þá til almannavarnanefndar og til frekari umsagnar. En orðið laust ef einhver vil tjá sig. Páll Valur, gjörðu svo vel. Herra forseti bæjarstjórnar og aðrir bæjarstjórnarmenn. Ég fagna þessari tillögu frá Sigurði Óla að hann skuli koma fram með þetta. Þetta er náttúrulega á aðalfundi SSS daginn, þá náttúrulega var haldið erindi af eldfjallafræðingi ef ég man rétt þessa stöðu sem hér á Reykjanesi hvað varðar hættu á eldgosum og ég vil nú segja það að fór nú aðeins hann þegar maður sá hvar væri helstu líkurnar á það að myndi gjósa, hvar væri langlíklegast að myndi gjósa og það sýnir sig að það er bara hérna í hringinn í kringum Grindavík. Og ég held að það sé bara mjög þarft að ræða þessi mál og vera að standa á tánum í þessum málum og eins og Sigurður nefndi hérna á hana, að vera með þetta, hvað gerum við ef þetta gerist? Það kom náttúrulega fram í ljós í erindinu hjá honum að ef að yrðu hérna svona, þetta er hraungos, að þá myndu þau bara renna yfir hérna í áttina Grindavík. Og helstu hætturnar eru bara hérna í kringum okkur og það er náttúrulega eins og hann nefndi líka að það er dálítið langt síðan að gaus og það gæti hugsanlega farið að gerast aftur. Þannig að það er gott að vera við öllu búin og að gera að fá umræðu þetta og upplýsa almenning þetta líka, hvað þetta gæti hugsanlega haft í för með sér og hvað við erum að gera ef að til þess kemur að fara að gjósa. Já, takk fyrir þetta, Páll Valur. Eru fleiri sem vilja taka til máls? Guðmundur, gjörðu svo vel. Forseti, og getur bæði fulltrúar, það hefur sjálfsög alltaf verið vitað að hér hefur gosið og þá er alltaf líkur á gosið einhvern tímann, þannig að það er ekkert sem kemur okkur óvart í þessu. Allt í kringum okkur er fullt af hæðamælum og jarðskjálftamælum sem að nema allar hreyfingar ef að þær kæmu til, þannig að við getum alveg verið rólegir með okkar búsetu. En að sjálfsögðu vinnur væntanlega almannavarnanefnd bara í þessu og eins og hún hefur gert. Og þannig að við höfum aðeins fyrir neðan okkur. Takk fyrir. Fleiri sem vilja taka til máls? Já, þannig þá leggur forseti til að vísa þessu þarna áfram til almannavarnanefndar með nánari skoðun sem sagt og skora þá almannavarnanefnd að skila til okkar. Já, þeir hafa nú, þetta tekur góðan tíma, svona rannsóknir og svona vinna, en þannig að þeir taki þetta mál áfram í almannavarnanefnd og skoði þetta mál. Og þeir sem eru samþykkið því að vísa þessu til almannavarnanefndar. Já, það er samþykkt með 7 atkvæðum. Já, þá erum við nú bara komin að fundargerðum. Þannig að þetta ekki byrju nú við. Nei, heyrðu, það hlaut að vera fyrirgefið. Þetta tók ótrúlega skamman tíma. Þetta var hérna, það vantaði hérna að snúa í blaðið afsakið. Þetta var mjög skrítið. Já. Jú, almannavarnanefnd Grindavíkur. Takk að þið fyrir, Hjálmar. Já, séu sjálf Alvar hreinu. Takk hérlega fyrir þetta. Þá er það 5. mál, það er Íbúðalánasjóður, tilraunaverkefni í húsnæðismálum. Og það er komið hérna erindi frá Íbúðalánasjóði. Í erindinu er kynnt tilraunaverkefni uppbyggingu í húsnæðismálum á landsbyggðinni til að leita leiða til þess að bregðast við þeim mikla húsnæðisvanda sem ríkir víðsvegar á landsbyggðinni. Sveitarfélög eru hvött til þess að taka þátt í verkefninu. Er einhver sem vill fá orðið hérna? Eða Fannar, vilt þú kannski aðeins
útskýra þetta fyrir okkur, þetta erindi sem komið við fram? Aðeins fengið smá gögn þetta, en eitthvað svona nána sem þú veist þetta? Nei, ekki annað en það sko, það ekki búið að móta þessar tillögur endanlega heldur í Íbúðalánasjóði. Þetta svona sé tilraunaverkefni og það aldrei að vita hversu margir það eru sem að vilja taka þátt í þessu, hversu mörg sveitarfélög. Þetta beinist svolítið samt að svona brothættum byggðum. Það sem að það farið að há verulega starfsemi sveitarfélagsins og íbúana að það vanti húsnæði. Þannig ég einhvern veginn skilja það svo að þetta hendi kannski ekki endilega okkur að vera að taka þátt í því að bjóða okkur fram sem tilraunasveitarfélag. Takk fyrir þetta, Fannar. Ef ég gef sjálf mér orðið að ég er sammála Fannari, að ég held við séum að við erum komin á stað með smá vinnu allan varðandi húsnæði sjálfseignarstofnun og hérna erum að bíða eftir smá svona upplýsingum stöðun og því máli. Og ég er ekki svo viss að þetta verkefni svona hendi Grindavíkur bæ og hérna sé allan að mér fannst ekki vera mikið kjöt og beinum í þessu erindi sem kom fram allan í þessari auglýsingu sem var birt til okkar, þannig að ég tek undir þetta, Fannar. En eru fleiri sem vilja orðið? Páll Valur, gjörðu svo vel. Herra Hósti og aðrir hérna fundamenn, þetta vakti nú svolítið áhuga hjá mér, þetta bréf, og ég að velta því fyrir okkur, ég reyndar eins og Sigurður Óli nefnir hérna áðan, að fyrst í bæjarstjórnar nefnir þá komið í gang eitthvað smá vinna í sambandi við þessi húsnæðismál og hérna, en mér finnst, ég get ekki alveg áttað með á því okkur þetta ætti ekki henda okkur að taka þátt í þessu. Það sem að þetta svona markmið með þessu að hérna fjölga íbúðum og svæðum þar sem skortur á hentu og íbúðarhúsnæði. Ég svona velti því fyrir mig, það væri gaman að fá nánar að vita hvað ræðir í þessu sko, hvort að það sé eitthvað sem við getum virkilega kannski skoðað, en það náttúrulega stendur að í þessu líka húsnæðis áætlun sveitarfélagsins grundvallar forsenda fyrir þátttöku verkefni og eru við með eitthvað svoleiðis? Grindavíkur bær með húsnæðisstefnu? Já, húsnæðismál, það í fjölskyldustefnunni. Það sem stendur í fjölskyldustefnunni, er hún einhvers staðar annars staðar? Já, hún ekki, er hún á netinu? Ég allavega fann hann ekki. Eina sem ég fann húsnæðismál var í fjölskyldustefnunni sem einmitt það sem bærin stefnir að því að auka framboð og leiguhúsnæði handa þeim fjölskyldu sem ekki á annan hátt eru færar að sjá sér fyrir húsnæðisökum lágra tekna, þungra framleiðslu fyrir þar eða annarra félagslegra aðstæðna. En mér hefði bara kannski fundið betra að vita nákvæmlega hvað ræður og hvort þetta sé eitthvað sem við getum slegið út á borðinu sem tilraunar sveitarfélag. Kannski þetta kannski bara betra að við höldum áfram með hitt, en mér finnst allan að óvarlegt að slá þetta kannski út af barðunum til að fyrir eins og bæjarstjóri nefnir hérna, það ekki búið fullklára að móta þetta, þannig að vita nákvæmlega hvað ræðir sko. Já, takk fyrir þetta, Páll Valur. Fleiri sem vilja tjá sig þetta mál? Hjálmar, gjörðu svo vel. Já, takk fyrir, forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Já, slátt út á borðinu, við rættum þetta nú á bæjarmálafundi í gær og eins og þetta komið svona, Páll, þá þetta ekki held í eitthvað sem hendur okkur, en ég ætla ekki að slá neinu lokadóm á það. Það talaði að tilraunaverkefni með 2-4 sveitarfélög en ég spyr bara á móti hvaða sveitarfélag ekki vandræði með húsnæði á suðvesturhorninu. Þannig að þær tillögur eiga við öll sveitarfélög, það vantar alls þar húsnæði. Hins vegar svona eins og við skynjum þetta því að við erum búin að gera húsnæðisáætlun, nú ætlum að taka þátt í hinu verkefninu og svo bendi ég á neðamáls í þessu blaði, þá umsóknarfrestur til 30. september og það liggur ekki alveg fyrir. Þannig að sko ég ekkert mjög æstur í að taka þátt í þessu og sendi umsókn fyrir einhver sem við kannski vitum ekki alveg hvernig og tel jafnvel að sé kannski betra fyrir önnur sveitarfélög að bjóða sig fram, en þetta eflaust bara mjög jákvætt verkefni að hálfu Íbúðalánasjóðs en svona eins og þetta liggur fyrir mér ég ekkert mjög spenntur fyrir þessu, en von einnilega að þeir gangi vel með þetta verkefni og enda stendur að tilraunaverkefni sé að ræða.
En svona horfði þetta fyrir okkur á fundinum í gær. Já, takk fyrir Hjálmari. Við set sjálf með á mælindaskrá að þá vorum við hjá Framsókn líka með bæjarmálafund í gær og það var eiginlega sama svona ríkti þar. Það er náttúrulega farið í gang náttúrulega raðhús og blokkir hér í byggingu og minni íbúður að koma á markaðinn og ásamt húsnæðis kannski sjálfseignarstofnuninni sem að við munum fara í á þessu kjörtímabili að hérna einhvern veginn þá og eins og ég segi okkur fannst nú ekki vera mikið kannski kjöt á beinum sem við sáum þarna í þessari auglýsingu og vorum samanlega okkur fannst þetta allan ekki hent okkur eins og málið standa. En eru við fleiri sem að vilja taka til máls? Já, ef ekki þá svona, já, þá bara leggur bæjarsjóður til að hérna senda ekki umsóknir og taka ekki þátt í þessu svo saki standa. Þannig að kannski greiði markað þeir sem að eru samþykir að senda ekki inn til Íbúðalánasjóðs réttubönd. Það eru þá 5 atkvæði gegn og þeir sem eru á móti, 2 sitja hjá. Það er þá næsta mál, það er númer 6 og það er stofnun öldungaráðs, erindi frá félagi eldri borgara í Grindavík. Ný og breytt lög félagsþjónustu sveitarfélaga taka gildi þann 1. október næstkomandi. Meðal nýmæla er að öldungaráð taka við því hlutverki sem þjónustuhópum aldraðra hefur fram til þessa verið falið að sinna. Er ráð fyrir því gert að öldungaráð starfi í hverju sveitarfélagi eða á grundvelli samvinnu milli sveitarfélaga. Bæjarstjórn þarf að kjósa 3 fulltrúa í öldungaráð. Við vorum aðeins að ræða þetta hérna fyrr í dag og hérna hugur okkar er kannski að vísa þessi mál áfram til bæjaróðar í frekari vinnu en ég ætla að leyfa þessar þeir sem vilja tjása aðeins þetta. Guðmundur gjörði svo vel, aðeins upplýsa ykkur þetta. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Eins og kom fram hjá Sigurði hér áðan þá er þetta að koma í stað þjónustuhóps aldraðra sem að Samband sveitarfélaga á Suðurnesjum hefur séð að skipa í. Og öll sveitarfélag á svæðinu hafa komið sér saman að skipa einn þjónustuhóp í málefnum aldraðra á Suðurnesjum. Þannig að það er ekkert óeðlilegt að þetta sé þá komið í staðinn fyrir þannan hóp sem að sveitarfélagin komið sér saman að skipa, þannig að ég legg til að þess að verið þá vísað til bæjarráðs og Samband sveitarfélaga á Suðurnesjum til skoðunar hvort við ætlum ekki að skipa þá einn þjónustuhóp. Þá er það væntanlega að sveitarfélagin geta þá öll skipað einn fulltrúa og fyrir eldri borgurum á Suðurnesjum kemur sér saman hvaða 3 fulltrúa þeir myndu skipa og svo kemur einn fulltrúi frá Heilbrigðisstofnun Suðurnesja. Það er í sjálfs útleggið ef við færum að skipa sjálf þetta öldungaráð. Við erum með annað öldungaráð hjá okkur þannig að það væri svolítið að missa marks. Þannig að ég legg til við vísum til bæjarráðs og stjórnar Samband sveitarfélaga. Takk fyrir. Takk fyrir þetta Guðmundur. Hallfríður, gjörðu svo vel. Forseti og aðrir fulltrúar. Þetta öldungaráð, það er í rauninni ekki, það verða ekki starfandi 2 öldungaráð, þetta er náttúrulega bara eitt og sama, það er bara verið að auka vægi, það er verið að breyta lögunum þannig að þetta öldungaráð sem var svona meira að hugsa sem þrýstuhópur þegar það var stofnað, verður með þessum lögum meira sem sagt svona, já, þarf að fylgja eftir lögum og verður svona meira starfrækt á þeim forsendum. Þannig að þetta verði ekkert eitthvað 2 ráð. Takk. Já, takk fyrir þetta Hallfríður. Guðmundur, svara þessu.
Forseti ágæti bæjarfulltrúar, ég hef sjálfsög ekki að móta skoðun í þessu. Það stendur að vísu þetta á komi í stað fyrir þjónustopp aldrara á Sauðnesjum, eða þjónustopp aldrara, sem við Sauðnesjum hafa verið með einn þjónustopp aldrara sameiginlega. Ef að þetta öldungaráð kemur í stað fyrir það, þá ekkert sem segir að við getum ekki haft okkar öldungaráð hér í heimabyggð til stuðnings og samráðsvettvang við það málefni eldri borgara hér hjá okkur. Þannig að ég sé ekki því til fyrirstöðu sjálfur sér. En hvort svo sem að hvora leiðina sem við förum, ég hef svo mikið fastmótað skoðun í því. Ég vil bara að við skoðum þetta þá sameiginlega, hvort að það sé vilji sveitarstjórnarfulltrúa að fara þá leið að þetta kæmi í staði fyrir þjónustopp aldrara og svo höfum við okkar öldungaráð til skrafsar ráðgera. Þannig að ég sé því ekki til forstöðu. Takk. Takk fyrir þetta, Guðmundur. Hallfreður, gjörðu svo vel. Þá ágætt forseti og aðri fulltrúar, þá vil ég benda á að það samkvæmt lögum, þá þarf að vera búið að skipa í þetta núna 1. október, þannig að fresturinn að renna út. Takk. Takk fyrir það, Hallfreður. Ef ég skil það rétt að þá höfum við aðeins verið í sambandi í dag við Berglindi hjá sambandi sveitarfélaga á Suðurnesjum. Það sem að túlkun ekki alveg kannski á hreinu hvernig við munum hafa þetta, þannig að eru fleiri sem vilja taka til máls varðandi öldungaráðið. Hjálmar, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Svo við ræðum bara málið eins og það svona einhver smá ágreiningu ég held að sé alveg ljóst við að við ætlum að hafa öldungaráð. Það liggur alveg fyrir og við ætlum að skipa fulltrúa í það. Ég held að sé samt ágætt að ef við myndum vísa þessari vinnu, ég veit allir þau áhyggjur af dagsetningunni 1. október og við vorum svo sem búin að ræða það líka. Ég held að það sé ekki 100 í hættunni en við þurfum eiginlega að finna svona ákveðin flöta á þessu og í samvinnu við SSS. En við ætlum að gera það. Við erum allan tíma búin að gera það. En við þurfum aðeins að átta okkur á því að nú vissi ég ekki, þú þekkir það betur, Hallfríður, hvort það var lagt niður hitt öldungaráðið eða nei. Þannig að við skulum bara vinna þetta áfram en það er enginn að tala um það að við ætlum ekki að gera þetta. Ég held við séum öll sammála, við ætlum að gera þetta, fara lögum en bara við gerum þetta rétt og vel þannig að við skulum bara vanda okkur við þetta og taka þetta frekar inn á bæjarráð og vinna það áfram. Ég legg það eiginlega til að við tökum þá bara afstöðu þar. Takk fyrir þetta, Hjálmar. Helga Dís, gjörðu svo vel. Forseti og aðrir bæjarfulltrúar. Mér langt þá að spyrja, eru þá öll hinn sveitafélögin á Suðurnesjum, Reykjanesbær og allir sem eru á Suðurnesjum, eru þeir líka þá að vísa til SSS og í þessum pælingum eins og við erum í? Mér langt bara að spyrja. Takk. Takk fyrir þetta, Helga Dís. Guðmundur, ég held að þú svona vitir aðeins meira þetta, gjörðu svo vel. Ég get ekki svarað þessu. Ég var í sambandi við framkvæmdastjóra SSS í dag til þess að forvitnast þetta mál. Hún hafði heyrt í einhverjum en ekki öllum. Þannig að þó svo að við erum ekki brjótanir lög þó við skipum ekki hópin fyrir 1. október. Þannig að þetta kemur seint og við skulum alveg hafa róleg þó svo við myndum skipa þetta þá á næsta bæjarstjórnarfundi eða að fela bæjarráði að afgreiða málið. Þannig að við ætlum að gera þetta, við skulum bara fara rólega að þessu og gera það rétt. Ef öll sveitarfélögin eru tilbúin til þess að láta þetta öldungaráð komið fyrir þjónustopp aldrara, þá held ég að það sé fín leið. Ef við viljum fara einhverja aðra leið, þá gerum við það. En það er svo óþarfi að vera að taka endilega ákvörðun það hér og nú. Það er ekki sem segir að við verðum að gera það. Takk fyrir.
Takk fyrir þetta, Guðmundur. Ef ég spyr þig bara og mátt svara og sæti, Guðmundur, þá erum við nú að tala að þetta snýst annarkot það að við séum við eitt hatti yfir eitt öldungaráð á Suðurnesjum og ef svo ef skilningurinn er svo og höldum okkar þá öldungaráði innan Grindavíkur það, já. Þannig að Hallfríður, þú vilt gjöra svo vel. Forseti og aðrir fulltrúar. Já, ef ég skil hann Guðmundur rétt þá er svona verið að hugsa að hafa þetta svona samstarfsvettvang fyrir öll Suðurnesin og hafa svo okkar þrýsthópa áfram sem bara, já, ok, það þarf bara að ræða það. En ég vil samt benda á það að þetta ætti nú ekki að koma óvart og vera að tala að vera ekki að flýta an okkur út í eitthvað. Þetta búið að liggja fyrir sko frá því að ég tók sæti í bæjarstjórn í maí. Takk. Já, takk fyrir þetta Hallfríður. Eru fleiri sem vilja taka til máls? Páll Valur, gjörðu svo vel. Herra Hósti og ágætu bæjarfulltrúar, ég verð að viðurkenna ég svolítið svona viltur í þessu máli. Ég veit ekki alveg, sko, við erum með öldungaráð. Grindavík er með öldungaráð. Og ég held að þetta væri bara verið að setja þetta svona formlegt inn. Þessi lög væri bara svona að vera að setja þetta öldungaráð svona formlega inn samkvæmt lögum eða ekki. Er það misskilningur hjá mér eða? Nei. Það er verið að stækka þetta. Já. Já, þetta er sérst orðið samkvæmt lögum. Ég held bara að þeir sem væri núna í öldungaráði þeir sætu áfram ef að því við erum búin að tala um þetta fyrir í sumar sko að þú myndir að Hallfríður Hólmgrímsdóttir myndi taka sæti fyrir okkar hönd í þessum ráði. Mér skilst að Páll Jóhann Pálsson hafi verið í þessu síðast ef ég man rétt. Og ég er svona veltaði fyrir okkur þetta svo mikið vandamál. En svo ég að tala um það þegar að tala um þetta sé svona þjónustuhópar eða öldungaráð fyrir Suðurnesin öll. Er við í því? Hefur Grindavík eitthvað verið að taka þátt í því? Ekki hefur mér skilist það á þeim sem hafa farið með öldrunarmál eða í forystu fyrir málefni aldraðra á Suðurnesjum að samstarfsvilji Grindvíkingar hefur ekki verið mikill í þeim efnum ef ég segja alveg svo þess að það komur óvart hvort að já, ég verð að segja, ég er svolítið svona lost í þessu ef ég má nota það orð. Já, takk fyrir það, Páll Valur. Það orðið týndur á íslensku. En Guðmundur. Ekki fyrsta skipti. Gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar. Nei, Páll, við höfum ekki tekið þátt í þjónustu aldraðra á Suðurnesjum. Hvers vegna ekki get ég ekki útskýrt, en ætlunin var að fara inn í þann hóp núna með haustunum. Það er eina spurningin í þessu, er þetta öldungaráð að koma í stað fyrir þjónustu aldraðra á Suðurnesjum? Úr því langar mér svolítið að fá úr skorið áður við ákveðum að taka einhverja leið í þessu og segja bara við viljum þá ekki vinna með ykkur í þessu máli. Ef að meirihluti bæjarstjórnar vill fara þá leið þá bara er það þannig. En mín skoðun er svo að við ættum að þetta hefur ekki verið tekið upp innan SSS þessi nýju lög sem að koma hér, þannig að það er fundur núna í þar næstu viku og ég held að skaða okkur ekki að heyra hvað aðrir aðna sveitarstjórnar fólk á Suðurnesjum sem að spá í þessu máli. Svo er líka til öldungar á Suðurnesja, svona til þess að flækja þetta ennþá frekar, sem er mjög stórt batteri sem við höfum ekki tekið þátt í. Þannig að þetta er orðið svolítið mikill pakki og ég held að það ætti kannski aðeins að ef þetta öldungaráð kæmi í stað fyrir þjónustu aldraðra og þetta stóra öldungaráð Suðurnesja, þá held ég að það sé góð leið og svo erum við með okkar bakland í öldungaráði hér í Grindavík. Því að við erum með samning við öldungaráði okkar í Grindavík og við erum ekkert að leggja það niður hér á þessum fundi. Þannig að ég held að það væri ekkert vitlaust að leyfa þess að vinnast áfram í bæjarráði og heyra hvað sveitarfélög Suðurnesjum vilja gera í þessu máli.
Takk fyrir. Takk fyrir þetta Guðmundur. Ég set sjálf með á mælendaskrá þá ætla ég að fá bara að taka undir það sem Guðmundur var að segja. Ég held að við göngum í þetta núna og samþyngjum þetta nýju öldungaráð og kannski sitjum við upp með 2 öldungaráð og hinn sveitarfélögin gerir það líka. Þá verðum við kannski komið 12-14 öldungaráð eins og vita að því og einhver regli á samkvæmt það yfir. Þannig að ég held að saki ekki að bíða aðeins og heyra hvað kemur út úr sig á SSS og fá aðeins svona nákvæmur útlistun á þessu. En Hjálmar, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Það er svo sem búið að ræða þetta og við ætlum að gera þetta rétt. Það er löngu búið að tala um að við ætlum að vera með öldungaráð, en samkvæmt bréfinu frá sambandinu þá er neðanmáls með leyfi forseta. Sambandi vinnur nú að gerð minnisblaðs atriði sem sveitarfélög þurfa að huga að samhliða gildistöku nýrra og breyttra laga. Minnisblaðið verður sent sveitarfélögum auk þess sem svör við algengu spurningu verða aðgengileg á vef sambandsins. Það er ekki alveg tilbúið. Ég hef ekki séð þessar leiðbeiningar eða það sem þarf að hafa í huga. Þannig ég held við séum að gera bara rétt með því að taka verkefnið yfir á bæjaráð, vinna það áfram. Það er enginn að fara og vinna út frá því og þá getum við gert þetta og fengi réttan skilning. Það er að segja öldungaráðið heimi héraði, en sem hefur jafnvel kannski fyrir svæðið líka. Og við erum að rugla þeim saman með þessi öldungaráð hér og sem voru í Reykjanesbæ og víðar. Þannig að við ætlum svona að gera þetta bara rétt. Ég held að sé alveg óhætt að taka þennan pól í hæðina. Já, takk fyrir þetta Hjálmar. Hallfríður. Ágæti forseti og aðri fulltrúar. Ég vil bara minna þá að þeir hagsmunaaðilar sem að þessu koma fái þá að koma að borðinu og segja svona, hafa sína skoðun og koma með sína punkta inn í þetta. Takk fyrir þetta Hallfríður. Herri, já, ég held að við séum nú búin að ræða þetta nokkuð ítalega núna, þannig að ég ætla að leggja til að við vísum þessu erindi áfram til bæjarráðs til frekar úrlausnar. Þannig að þeir sem eru samþykkið því, það er með 7 atkvæðum samþykkt. Bæjarráð tekur við málunum. Þá er það næsta mál, það er 7. mál. Það er vinnuumhverfi á bæjarskrifstofunni. Það er lögð fram verklýsing frá Líf og Sál og verð í verkefnið auk kostnaðaráætlun fyrir verkefnið í heild. Sviðsstjóri fjármála og stjórnsýslu sviðs óskar eftir viðauka við fjárhagsáætlun 2018 af fjárhæð 2.410.000 krónur til að kosta verkefnið. Er einhverjir sem vilja? Hallfríður, gjörðu svo vel. Orðið. Ágæti forseti og aðrir bæjarfulltrúar. Þetta verkefni er auðvitað, þetta er farið af stað. Það er búið, vinnan er hafin, þannig að það er nú svo sem kannski ekki hægt að hætta við eða slíkt. Þetta er náttúrulega samþykkt í bæjarráði þar sem ég er ekki atkvæðabær fulltrúi. Ég set svona spurningamerki, það má ekki miskilja, ég vil fjárfesta í mannauð og annað, en ég set bara stór spurningamerki við tímasetninguna á þessu. Ég set líka spurningamerki, þetta eru gríðarlega fjármunir sem eru lagðir í þetta og ég bara set spurningamerki líka við hvort að þetta þjónar hagsmunum fleiri en færri og forgangsröðuna bara. Við erum að tala rúmar 2,4 milljónir. Takk.
Takk fyrir það, Hallfríður. Fleiri sem vilja tjá sig? Helga Dís, gjörðu svo vel. Forseti og aðrir bæjarfulltrúar. Þetta mál var samþykkt í bæjarráði og mér langar bara að svara þjóna hagsmunum færri eða fleiri. Ég til þetta þjóna hagsmunum allra íbúa þar sem við erum að bæta starfsumhverfi eða reyna að greina starfsumhverfi á bæjarskrifstofunni og það getur leitt til þess að það er gríðarlega mikilvægt starf sem er unnið á bæjarskrifstofunni, sviðsstjórar og þetta er þjónustu stjórnsýsla. Þannig að ég held að þetta er mín tilfinningu svo að þetta þjóni hagsmunum íbúa að því að við erum að reyna að gera stjórnsýsluna betri og þar með þjónustu betur. Já, takk fyrir þetta, Helga Dís. Við setjum sjálfum á mælendaskrá að þá tek ég bara undir þetta sem Helga Dís var að segja. Ég held að það sé alltaf jákvætt að fjárfesta í mannauð og ég tel að þetta sé nú bara hluti að því að fjárfesta í þessum góða mannauð sem við búum við hjá Grindavíkurbæ og þetta er eitthvað sem að ég er alltaf bara ánægður með og þetta er komið í góðar horfur og alltaf undirritaður er mjög bjartsýnn á þetta allt saman. En eru fleiri sem vilja taka til máls? Páll Valur, gjörðu svo vel. Jó. Það kosti góðir bæjarfulltrúar. Auðvitað kostar þetta pening, það er alveg ljóst, en það er líka alveg ljóst að það þurfti að gera eitthvað. Það var alveg á hreinu. Það fór ekki fram hjá nokkru manni hér í vor að það var ekki gott ástand og ég velti nú fyrir mig hvort við þurfum vinnustaðasálfræðinga og fleiri stofnanir í bænum. Eftir þess að lengra líður á þetta kjörtímabil og þetta stutta sem eru konin í kjörtímabil, þá sýnist mér það nú að það væri nú kannski ekki þörf á því á fleiri stöðum, en það er bara lykilatriði í mínum augum að hafa gott og sterkt starfsfólk, góðan starfsanda. Það bara skilar miklu betra starfi og það er allir ánægðari. Ég ætla ekki að fara að vera einhver dómar í einu hvað var þetta mál í vetur sem gekk á hér í vor og í sumar, en það er alveg ljóst að ég held að við höfum stigið rétt skref með að gera þetta. Fullkomlega rétt skref. Og bara einn hluta því að það var ein manneskja sem dró uppsóknin tilbaka þegar þetta var ákveðið og það var mjög dýrmætt, gríðarlega dýrmætt. Það verður ekki metið til fjár, það er alveg á hreinu. Því að svona starfsmenn eru ekki á hverju strái eins og þessi fulltrúi eða þessi manneskjaðir. Það er bara ljóst. Og við þurfum að hugsa það. Við getum ekki alltaf verið að hugsa það hvað þetta kostar. Það kostar allt pening. En ef það er til þess að bæta starfsumhverfi og þjónustuna hjá bænum, þá er það bara alveg þess virði. Bara algjörlega. Og við hefum ekki að vera endilega að horfa í það. Það var slæmt ástand og við gerðum þetta til þess að reyna að bæta það og þetta virðist vera mælast vel fyrir hjá starfsfólki. Og fólk er allavega þessi ég tala við, mjög jákvæðir og ánægðir með það sem verið að stíga þetta skref. Menn geta svo diskuterað og haft ólíka skoðanir, það er allt í lagi. En þetta snýst um það að búa til gott starfsumhverfi og nýta þann frábæra mannuð sem Grindavíkurbær á. Og það vita það allir sem hafa unnið á vinnustöðum það sem er slæmt samband og það er bara samband á milli starfsmanna, það er bara ömurlegt. Það er bara ömurlegt. Framleiðinni og annað verður verra og það viljum við ekki. Og þetta var stór liður í því að reyna að bæta það og við getum alveg borið höfuðið hátt og staðið keik gagnvart þessu. Algjörlega. Þetta er peningum vel varið. Já, takk fyrir þetta, Hjálmar. Þú varst búin að biðja orðið, gjörðu svo vel. Já, takk fyrir forseti, bæjarfulltrúar. Ég hef nú búin að samþykkja þennan viðauka í bæjarráði, þannig ég mun gera það aftur. Hins vegar skal það nefnast að spurningi var svo, það var löngu búið að ákveða að það yrði að fara í einhverja aðgerðir hér á bæjarskrifstofunum, þá löngu búið að takast höndum saman það yrði að gerast. Þarna var reyndar unni hraðar og eina sem ég set, spurningamerki sem ég set við þetta, svo sem sé ekkert eftir einhverjum peningum ef að vel til text en það var spurningin bara um tímasetninguna.
hvort að þetta var rétt og kannski eins og Páll sagði, kannski hefðu við átt að bara í leiðinni býða aðeins og taka síðan fleiri stofnanir inn og kanna þetta í heild sinni. Þannig að það er kannski svona eina gagnrýni að verða við þetta, það er tímasetningin. Ég vilja sjá þetta gerast kannski í meiri ró og spekt en það er vissulega bara mín skoðun. Takk fyrir Hjálmar. Eru fleiri sem vilja taka til máls? Nú ef ekki, þá legg ég til að við göngum til atkvæða það að varðandi þessu óskum viðaukan upp á 2.410.000 og þeir sem eru samþykkið því vinsamlegast 30 pund og það eru 6 atkvæði gegn einhverju sem greiða atkvæða á móti, 1 sem situr hjá. Það er svo 8. mál, KPMG, fræðslufundir fyrir sveitarstjórnarfólk og það er í boði sérstöku fræðslufundur fyrir Grindavíkurbæ þar sem áhersla verður lögð á stjórnsýslu í tengslum við fjármál sveitarfélaga, fjárhagsáætlanir og ársreikninga. Væntanlega rétt svona til að koma okkur í æfingu fyrir það sem koma skal í október. Þannig þetta er rétt skilmi þá, við fáum kannski bara auglýsingunum upp, er það hægt, 11. til 12. Er það ekki? Það er fjármál, já, fyrirgefið, já, afsakið, já. Takk fyrir þetta Guðmundur. Þannig að ef einhver vil tjá sig um þetta boð. Það er fjármálaráðstefna hérna, sem sagt, 11. til 12. október en það er þá annarra vegum. Nú spyr ég kannski á Guðmundur, þú er náttúrulega reynslumestur, hefur þetta verið haldið árlega og kannski svara þessu fyrir okkur? Já, gerðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, þetta er svona ekki verið haldið neitt reglulega en það er að gera þekkjast þetta boð og renna yfir skyldur og annað sem að okkur hvílir á herðum þó svo að við fáum þau gögn annar staðar frá en þá væntanlega koma að hingað og halda fyrirlestur yfir okkur 2-3 tíma. Takk fyrir. Já, takk fyrir þetta Guðmundur. Fleiri sem vilja tjá sig? Já, Páll, alveg gjörðu svo vel. Herra forseti og aðrir bæjarfulltrúar, ég get að teka undir mig Guðmundi, þetta er kostabóð, þetta er líka endurgjaldslaust, það er bara mjög jákvætt, þegar við erum alltaf að tala um kostnað, en þá er þetta frítt og það er hérna, þetta er bara, ég held að þetta sé bara mjög gott fyrir okkur að eyða hérna 3 klukkustundum saman í það, að fara yfir þetta, reynda sátum við núna helgina síðustu alveg einstaklega gott námskeið fyrir sveitarstjórnarmenn, það sem var reynda að fara svolítið grundigt í fjárhagsáætlanir og fjárhagslegaætlanagerð og við lærum aldrei og mikið í þessu og hérna ég bara styð það eindregið að við fáum KPMG til þess að koma hérna og halda þennan fyrirlestu fyrir okkur. Takk fyrir Páll Valur. Fleiri? Nú ekki, þá bara legg ég til að bæjarstjórn, já, þakki boðið og hvetjum okkur öll til þess að mæta á þetta, þannig að felum fannar það að finna góðan tíma, þeir sem eru samþykkið því. Já, það eru 7 atkvæði. Ára 9. mál, það er Náttúruhamfaratrygging Íslands, breyting á lögum og hlutverki. Það er erindi fyrir Náttúruhamfaratryggingum Íslands. Það er vakin athygli á breytingalögum nr. 46 frá 2018 og sveitarfélögum minnt á nýskráninga mannvirkja sem ekki eru tryggð hjá stofnuninni. Guðmundur, er þetta eitthvað sem hefur komið inn til skipulagsnefndar og er þetta ekki alveg bara einhvers konar nafnabreyting og svo framvegis? Það er svona, nei.
Fannar, náðu þú eitthvað að kíka grúndýrt á þetta? Þetta er svona, Það er bara verið að segja frá þessari nafnabreytingu Já. og verkefni hérna, í hverju það felst og verkefni, þannig þetta er aðlega kynningar sko. já, nákvæmlega, það er svona það sem okkur sýndist, það væri fyrst og næst kynning, nafnabreyting. Það er svo mikið bókreindar og það var talað að hún er í annarkort vistuð og lægið fram á bæjarskristofunni eða bókasöfnunni, ég myndi að leggja til að hún færi á bókasöfnunni. Já, Svo er fyrir að heimsækja alltaf nýja sveitarstjóra, þannig að komandi vetri, þannig að þeir komum með heimsækjum. Já, það er ekki líklega. Já. Stendur næst í byrjun. einhverju sem vilja fá orðið? Nú ef ekki þá gerum við fundarhlé og rjúfum útsendingu.